Velkomin í bíóbílinn, það Arnór, Heimir og Knútur hér á ferð pluss gestur eins og við sagðum í síðasta bíóbíl, það hún Elsa. Hæ. Þín kynning búin, þá förum við kynning á myndinni. Já. Hvað veit Sko, ég ætlaði að reyna að byrja, en málið að þessi mynd í rauninni ekki með neitt auðskiljanleg söguþráð, heldur þetta meira í rauninni svona ákveðnir atburðir gerast fyrir aðalpersónuna og það fer eftir því hvort þú hefur áhuga á aðalpersónunni, hvort þú hefur áhuga á söguþræðinu sjálf. Já. En í rauninni þá leikur Joaquin Phoenix þarna svona einkaspæjara sem að stekkur út í djúpu laug óþokkana og reynir að synda í land. Já. Já, það söguþráðurinn. Þetta einfaldasta útskýring. Já. Ok. Þetta byggt á bók eftir Thomas Pynchon. Já, leikstjóran Paul Thomas Anderson. Yep. Sem hefur leikstýrt myndir eins og There Will Be Blood og The Master. Já. Fleiri leikarar í myndinni. Josh Brolin leikur hérna í myndinni. Benicio del Toro. Já. Owen Wilson. Martin Short, Reese Witherspoon. Já. Þannig að góða leikari í henni. Þetta var bara svo mikið sýritripp. Já, við fórum svolítið seint á þessa mynd og klukkan 1:30 núna þegar við erum að taka þetta, þannig að við erum svolítið þreytt. Já. Hvernig fannst ykkur myndin? Ég ætla að leyfa ykkur að byrja, svo segi ég hvað Mér langaði að lesa bókina. Ég hafði tilfinninguna að hún sé góð. Já, já. Sko, mér varst flott kvikmyndataki í henni og því mátti búast við því frá Paul Thomas Anderson. Og leikurinn fannst mér mjög flottur hjá Joaquin Phoenix og Josh Brolin, þeir voru mjög skemmtilegir. Það er skemmtilegt að fylgjast með honum. Dialógi var svolítið spes, það var eins og karakterarnir væru allir skakkir allan tíman í myndinni. Þeir voru það líka. Já, þannig að dialógið er mjög svona sérstakt. Sko, mér fannst það eiginlega, söguþræðurinn og dialógurinn eiginlega bara meira snúast það að ná tíðarandanum heldur en nokkur öðru. Já. Og mér fannst það alveg skila sér rosalega vel og eins með, kvikmyndatökuna og þetta að tekja filmu og þá fekk maður alveg litina og svona fílið. Já. Það var mjög litaglöð þessi mynd. Þetta var að gerast á svona 7. áratugnum, eitthvað svoleiðis. Kannski svona snemma 8. Já, snemma 8. kannski. Já, 70s. Já, leikstjóri var mikið að leika sem liti í þessari mynd. Það var alveg mismunandi litapalettur. Og það var ógeðslega fallegt. Svona leika sem lýsingun á stundum og svoleiðis. Það var æðislegt. Mér fannst það eiginlega skemmtilega myndin sjálfur. Já, ég er svona. Það var þetta flotti litina. Ég stundum bara, hvað er flottu grænn? Býttu, hvað var hann að segja? Það segir einhver máli, þetta er bara sýrutripp. Það segir svolítið Hvað þýðir maður? It's a djöð. Double rainbow all the way. Það segir svolítið söguþráðin. Ég man ekki, ég held að það hafi verið einhver á Pixar sem sagði leið þú fyrir að taka eftir öllu þessu tæknilega vanandi kvikmyndina þá þýðir það að söguþráðin ekki nógu áhugaverður. Já, akkurat. Sem að kannski segja svolítið, en ég held að söguþráðurinn hann bara það flókin í rauninni og það of mikið að gerast. Það líka svo mikið af persónum í myndinni. Við kynnumst alltaf einhverjum, við heyrum alltaf nýjar persónur, bara já, það þessi sem leik í þessari mynd? Hvað þessi gaur? Já, hann stjórnar þessu fyrirtæki. Fannst þetta að vera pínu svona Wes Anderson þvílíkt að það of mikið af persónum? Já. Það sko, það einn vandamáli, ef einhver myndi spyrja mann, hvað fjallar myndin mjög erfitt að svara þeirri spurningu, hún fjallar svo margt. En hún fjallar bara þennan einkaspæjara sem að reyna að komast að einhverju máli. Það ekki þetta að útskýra neitt nánar. Nei, þið verður bara að horfa á myndina til að vita hvað mun gerast, sko. Já, mér fannst þetta eiginlega bara geðveikt. Já. Eða, ég veit ekki, hann var eitthvað svona kallaður The Doc og officeinn hans var á svona klinik. Hann hafði svona flotta húfu og flotta bakt á svona og var svona grænum svona jakka einhvern svona flottum svona. Nákvæmlega. Hann var bara ekki cool. Já, svona eitt karakterhlutverki sem að Joaquin Phoenix getur bætt við í safni hjá sér. En mér fannst Bigfoot eiginlega flottasti með Josh Brolin var alltaf bara æðislegur í sín hlutverki, sko. Hann var sett Bigfoot. Reynir að leika ákveðna lögreglu sem kannski að bæta upp fyrir eitthvað. Já. Musto Penikeiko. Musto Penikeiko.
Moto Panicago. Já. Og kannski ég myndi tala aðeins varðandi trailerum því að hann gefur myndinni ákveðin svona green blæ. Já. En það er ekki endilega, það er ekki ráðandi tónninn í þessu. Nei, það er kannski eins mikið grín í myndinni maður bjóst við. Þetta er meiri svona 70s political film noir, einhvern veginn. Ef eitthvað þá minnur mig dálítið á The Big Lebowski. Út af hversu The Dude. surrealist ævintýr. Bara ekki fyndin. Já, líka svolítið karakterinn hans Joaquin Phoenix, einhvern veginn. Svona, hann minnir maður pínu á The Dude stundum. Man, that worked, it tied the room together, man. You have to break in. Já. En horfðu einhverju bara. Já, ok, já. Ég ætla reyndar að segja sko, ef að Joaquin Phoenix hefði ekki leikið þessa persónu eins og hann gerði, að þá hefði ég ekki haft í rauninni Eins mikinn áhuga á henni. Já, þá hefði ég ekki bara haft neitt áhuga á því að fylgjast með sögutræðinum út af því að við upplifum sögutræðin í rauninni í gegnum hans persónu og hans persóna er eiginlega frekar Sorry. Já, hans persóna er frekar út úr dópuð, eða ekki það mikið út úr dópuð, en hún er allavega dópuð í flestum öllum atriðum í myndinni. Þannig að þú færð svona ákveðið kick út úr því. Það eru ákveðin svona cameos, eða svona liggur við þessi cameo eins og Martin Short, að hann leikur svona yfir tannlækna herra eitthvað, sem var mjög gaman að sjá, og þessi gilda vígtönn og allt þetta kæftæði. En ég var að fara út í einhverju. Ég held að það er mjög lítið annað. Ég er ekki mikið fyrir Paul Thomas Anderson. Ég hef í rauninni ekki séð aðra myndir eftir hann, þannig ég hef kannski það sjónarhorn að ég er mjög hlutlaus hvað hans fyrri störf varðar. Þannig að ef ég tek þessa mynd bara ein og sér þá fannst mér nú mjög góð, en ég get ekki gefið henni of háa einkunn, aðalega vegna þess að ég átti pínu erfitt með því að í rauninni bara halda mig við myndinni. Ég fór stundum að hugsa eitthvað allt annað en var að gerast. Þannig ég ætla að gefa henni 3,5 af 5. Og næsti, gjörðu svo vel. Annað? Á ég? Já, alveg svo vel. Ég ætla að gefa henni 4 stjörnur. Hún vakti áhuga minn, mér langar rosa að lesa bókina, ég held að ég geri það bara. Og kannski horfa á þessa mynd aftur, þá kann ég kannski ekki betra að meta hana. Ég veit ekki hvað ykkur finnst þið sem hafið lesið bókina og hort síðan á myndina. Ég veit ekki hvernig ykkur fannst hún vera, en einhvern veginn held ég að bókin myndi, það að lesa bókina myndi bæta myndina. Svo þetta var flott mynd, frábær mynd að taka, frábær leikur. Vildi ég hefði ekki séð hana svona seint, því ég var eiginlega dottandi út allavega, svona seinni helminginn. Þetta var löng mynd líka, en já, ég var til í að sjá hana aftur, eftir að lesa bókina. En ég gef henni 4 stjörnur af 5, bara, já, fyrir að vekja áhuga minn, dálítið, á þessari sögu. Elsa, vilt þú? Já, sko, ég ætla líka að gefa henni 3,5. Mér fannst hún, sko, skila svona tíðarandanum ótrúlega vel og ég held að það sé miklu meira í söguþræðinum en við vorum að pikka upp núna, bæði bara út af því hvað klukkan er og þetta er það súrt að maður þarf kannski að horfa á hana 2, 3 mögulega 4 nokkrum sinnum til þess að virkilega einhvern veginn ná að tína út úr henni. Þess vegna held ég einmitt að sé geðveikt góð hugmynd að lesa bókina ef maður er alveg bara virkilega ákveðin í því að skilja hana. En ég er ekkert eitthvað geðveikt spennt fyrir því að skilja hana eitthvað meira en ég geri núna. En hún er samt alveg cool og það væri alveg svalt að nenna að skilja hana meira. Já. Það er eitthvað hana. Já. Svo. Þannig að 3,5. Já. Ég er mjög sammála þessum punktum, sko. Mér fannst hún, hún var, mér fannst kvikmyndatakan rosalega flott og lýsingin og leikurinn fannst mér mjög skemmtilegur hjá Joaquin Phoenix og Josh Brolin sérstaklega. En myndin sjálf, hún skildi ekki mikið eftir allan fyrir mig. Mér fannst það pínu leiðilegt að eftir myndina þá leið mér ekkert fyrir utan bara að vera hálf svona ruglaður eftir myndina. En hún var mjög flott og sennilega eins og þeir segja, þá örugglega einhver atriðarna sem við tókum ekki eftir bæði að þau erum þreytt og þessi mynd er kannski svolítið erfið við fyrsta áhorf. Maður mun sennilega taka eftir miklu fleiri atriðum í seinna áhorfi en tæknilega séð þá er hún mjög flott. Maður var ekki að gera það mikið fyrir mig, fyrir utan kannski leikinn og kvikmyndatökuna og mér finnst persónulega til dæmis fyrri verk Paul Thomas Anderson betri ef maður getur sagt það. There Will Be Blood og The Master, það er svona, mér finnst það eiginlega betri en
Ég ætla bara að gefa sama og Arnór og Elsa, ég ætla að gefa bara 3,5 stjörnu. Mér finnst, ég gaf Nightcrawler 4, mér finnst hún betri en þessi, en já, 3,5, ég held að það sé bara svona fín einhvern. Já. Og einmitt hérna, það var náttúrulega, myndin heitir Inherent Vice og þeir sem að horfðu myndina sá að hún var, það var gefið hérna, það var texti, subtitles á því var hérna eðlislægur ágalli. Já. Og ef þið vitið hvað það þýðir, þá vitið þið hvað þessi mynd er. Já, eðlislægur ágalli. Það er svona, já, nafnið á myndinni jafn flókið og sögutráður. Já. Svo sannarlega. Þannig að við mælum þessari mynd ef þið viljið fara á sírutripp án þess að vera skökk. Ef þið viljið fara á sírutripp, farið þá svampar á þurru landi. Það er þetta rétt, hún er eitthvað. Við mælum líka með There Will Be Blood og The Master. Hefur þú séð það? Nei, ok. Við grútmælum alltaf með þeim. Svo, ef ykkur líka við það myndi, þá svo sem, já, þá eiga þetta að kíkja á þessu mynd. Kannski eitt sem ég finnst jákvætt við þetta er að Paul Thomas Anderson, hann er svona stór leikstjóri. Þannig að hann getur alltaf gert svona stórar myndir fyrir mikinn pening, en þessi mynd er svolítið öðru, þetta er meira svona arty mynd, eða þú veist, hún er meira svona kvikmyndagerðarlega séð vel gerð, þú veist, ekki gerð í rauninni fyrir peninga heldur, kannski svona meira persónlegt verk frá honum. Þannig að það finnst mér alveg jákvætt að hann er að gera eitthvað svona öðruvísi, hann þorir að, þú veist, nota peningin í að gera actually eitthvað svona, þú veist, verk en ekki bara eitthvað svo áhorfendur fíla það, sko. Hann er líka mjög góður í að gefa svona period piece, eins og með þessa mynd og There Will Be Blood sem að gefa svona byrjun 20. aldar og einnig með The Master sem að gerast á 7. áratugnum, minnum mér. Já. Svo hann er einhvern veginn eins og Elsa myndist það, hann að fanga tíðaranda kvikmynda sinna, svo Já. Totally. Þannig að ef ykkur líka við Paul Thomas Anderson þá mælum við með Inherent Vice. Já. Ef þið eru bara að spá hvað þetta var í bíó, kannski, ég veit ekki. Ef þið eru að leita mynd með einföldum sögufræði sem að, þá þetta er það kannski alveg. Ef þið eru að leita svona, þú veist, romantíska gamanmynd, þá þetta kannski ekki myndið. Farið bara á Öskubusku í staðinn. Já, þú veist, það er mjög safe mynd. Já. Já, Hrútinn Hain, ég meina, ef þið fílið svona bæknamyndi skrifir hún. Já. Það er enda. Og ef þið eru að leita einhverju steiktu þá held ég að Svampur Sveinsson sé kannski meira í þeim. Fullnægir öllum þeim þörfum sem að fylgja því. Það já. Bara þetta fínt. Svo já, við ætlum bara að kveðja í bili. Já, takk fyrir okkur. Sjáumst. Bye. Bless.